Það eru líka góðar fréttir af Maríu Petu. Við fengum að líta í heimsókn á líflegt heimili hennar í Mosfellsbæ fyrir nokkrum dögum. María, það eru nokkur mánuðir síðan við hittumst og nú styttist í að þessi þáttur fari í loftið. Hvað hefur breyst síðan þá? Og þú verður að vera algjörlega hreinskilin. Vá, var svo margt sko. Bara líðanin yfir höfuð hefur breyst. Mér líður bara svo mun betur. Og hvernig þá? Sef betur. Ég er ekki svona rosalega verkjuð eins og ég var alltaf. Það eru bara lífsgæði út af fyrir sig að vera ekki alltaf svona verkjaður. Ég get beygt mig í fótunum og sest á gólfið að leika í börnin mín og hlaupið og með miklu meira úthald og kemst í ræktina og bara fann að geta gert allt bara svona eins og meðal maður. Þegar læknirinn talaði við mig eftir aðgerðina, þá sagði hann mér að það væri komið svona dæld í bringuna, báðum megin. Það hefði ekkert verið skrítið að mér hefði fundist erfitt að anda sko. Það er náttúrulega mismunandi ástæður fyrir því að konur fá sér púða á allt það og ég veit að til dæmis Guðbjörg sem ég er eftir, hún hefði viljað vera betur andlega undirbúin fyrir þessa breytingu. Hvernig upplifir þú það? Að láta taka púðana? Já sko, ég var bara komin á þann stað að mér leið svo líkamlega illa að ég var tilbúin til þess að prófa hvað sem er. Og þetta að vera flatbrjóst eða hvað sem það var skipti ekki máli. Það var bara að fá heilsuna tilbaka ef hún kæmi, því ég var ekkert viss að það myndi breytast sko. Eftir þessa lífsreynslu er María enn sannfærðari en áður að drjúgan hluta hennar heilsubrests hafi mátt rekja til púðana. Ég er eiginlega alveg 100% viss. Miðað við framfarna sem hafa orðið núna sko. Maður er ekki bara geðveikur. Þetta er eiginlega bara líni líkast sko. Og maður trúir því ekkert að þetta sé svona. Það sé svona mikill munur bara á svona stuttum tíma. Og ég var meira að segja orðin svört undir höndunum. Alveg svört, kolbikasvört. Og ég var alltaf að reyna að finna út hvað þetta gæti verið. Ég fengi enga skýringu á læknum hvað þetta var. Þannig ég var farin að nota sítrónu og matarsóda og reyna að YouTubea þetta eitthvað. Reyna að finna út hvað þetta er farið. Þetta er alveg farið. Það virkaði ekkert á þetta, sítróna eða matarsóda enni, það virkaði ekkert á þetta sama hvað ég gerði. Svo bara leið að púðarnir fóru. Húðin varð svört? Svört. Ég náttúrulega elska að syngja og dansa. Og söng bara á hverjum einasti þangað til að ég bara hætti að geta sungið. Ég veit ekki hvað það var. Ég bara gat ekki andað, var andstutt, náði einhvern veginn ekki þessum krafti og ég bara gat ekki sungið. Og ég fann að syngja hverjum degi aftur. María Rós, 12 ára dóttir Maríu Petu, finnur heldur betur mun á mömmu sinni. Þær get ekki bara sungið saman alla daga, heldur er lífið bara auðveldara. Hún getur haldið á strákunum og leikið við þá og bara, og er ekki alltaf verkjuð. Já, ég held að það munir rosalega miklu.